og við byrjum á liði gestanna. Val. Númer 4 Guðbjörg Sverrisdóttir. Númer 6 Hallveig Jónsdóttir. Númer 7 Ingunn Erla Bjarnadóttir. Númer 9 Dagbjörg Dögg Hansdóttir. Númer 10 Eydís Eva Þórðardóttir. Númer 11 Lína Jenny Kristjánsdóttir. Númer 12 Elisabeth Helma Óttarsdóttir. Númer 13 Sara Líboama. Númer 15 Lea Gunnarsdóttir. Númer 18 Tanja Kristín Árnadóttir. Númer 20 Jóhanna Björg Svinsdóttir. Númer 26 Auður Íris Ólafsdóttir. Þjálfari Vals Ólafur Sigurðsson og ómræðsari Helena Sverrisdóttir. Þá komið að okkar setjum til Grávegi. Og með lína númer 2 Heiða Líf Hjörtsdóttir. Númer 4 Margrét Ósk Einarsdóttir. Númer 5 Stefania Ósk Ólafsdóttir. Númer 6 Sara Tryggva Sigurðardóttir. Númer 7 Hulda Ósk Bergsteinsdóttir. Númer 8 afmælisbarn dagsins Anna Ragnarsdóttir. Númer 12 Stefania Tera Hansen. Númer 14 Emma Sófís Svan Hjörleifsdóttir. Númer 15 Ariana Morir. Númer 17 Kristína Kitsúri. Númer 22 Emma Hrönn Hákonardóttir. Númer 23 Silja Lárusdóttir. Þá ljósið að halda frá Þorsteinn og hófið aðstæðanir Hákon Hjartarson. Dómarar kvöldsins það Eggert Þór Aðalsteinsson, Einar Þór Skarphéðinsson og Björn Jónsson. Góða skemmtun. Svo bara, ég skrúa fyrir þennan, ég skellti honum á bara. Gerði þið kláran? Já. Góða kvöldið, áhorfendur heima í stofu. Velkomin til leiks á leik Vals og Fjölnis. Reykjavíkurliðana stefnir í hörkuleik í kvöld, ger ég ráð fyrir. Upphitunin að klárast. Leikurinn nú verður áhugaverður fyrir ýmsar sakir. Það er nýr erlendur leikmaður hjá Fjölni, Ariana Múrer, og Hildur Björg hjá Val því miður meidd. Þetta mun þetta mun hafa áhrif á framvindu mála, klárlega. En fyrir Val kemur maður í mann staðgir ég ráð fyrir, og það verður áhugavert að sjá Arianu Múrer. Við fengum að sjá hana á móti Breiðablik daginn, og það sem að hún kom í rauninni hálftíma á sótkví og beint í leik og átti bara fínasta leik þráttur að vera búin að vera að æfa lítið sem ekkert í 5 dagana sem að sótkvíin tekur. Þannig að en nú er hún aðeins búin að fá að tengjast liðinu betur og verður bara áhugavert að sjá hvernig málinn þróast í kvöld. En Ólafur Sigurðsson, sá toppmaður, þekki hann ágætlega, og Helena Sverrisdóttir, þau þurfa að finna einhver ráð við að missa
lykilmann úr sínu liði og verður áhugavert að sjá hvernig leikur Valsmanna spilast. Eins og allir vita er Hildur Björg búin að vera mikilvæg stoð í liðinu, átti frábært tímabili með KR í fyrra. Skal lækka? Jæja, nú fyrir þetta að bresta á. Og Valur vinnur uppkast og klikka á Leobi, klaufalegt, en ágætis pressa á þessu Leobi, þannig kemur flott sending frá línu á Heiðurhlín og boltan er stólið af Valsmönnum og Guðbjörg Sverrisdóttir keyrir að körfunni og það er dæmd villa á Heiðurhlín. Ekki gott bömp þarna í kviðinn. Hristi þetta af sér. Guðbjörg opnar stigareikning á Valsmanna og neglir báðum vítunum. Pressa fullna völl hjá Val. Ágætis tilraun þarna hjá Fjölniskonum. Innkastið er Fjölnis. Kæruleysislega sendinga núna í augnablikinu hjá Fjölni. Valskonur er að koma svolítið inn í þær. Hreyfanlegar í vörninni og Ariana Móri keyrir á körfunni, gerir það vel en klikkar Leobi og Lína tekur sóknarfrákastið og klárar og fær villu að auki. Það var vel gert hjá Línu. Lína var valin leikmaður umferðarinnar í síðustu umferð eftir leiksinu móti Breiðablik. Heldur betur að ná sér á strikk. Klikkar á vítinu. Flott spil hjá Valskonum. Geggjur sendingin í tegin og gott kött á körfunni og þær fá klára 2 stig. Nei, það er pressað völlin og stela boltanum og klára næstu því með Leobi en lag af og þarna er villa á önnur villan á Heiðurhlín. Annað skiptið sem hún fer í gólfið. Dagbjört keyrir að körfunni endalínuna, baðar höndunum út í lofti og fiskar villu. Villa á línu. Dagbjört var heppinn að fiska þessa villu. Það var svona ekki nógu samfærandi, en hún neglir fyrir að vítinu niður. Og seinna vítið niður.
einhverja athugasemdir þarna við framkvæmd leiksins sem að ég veit ekkert hvað menn voru að tala en sem betur fyrir heldur leikurinn áfram. Stefania gefur inn á línu aftur en af valskonum. Fjölnir á ennþá innkastið, 14 sekúndur á skotklukku. Þetta enn og einu sinni eru valskonur að slæja höndum inn í sendingalínur. Þetta ekki sannfærandi hjá Fjölni þessa stundina. Það þurfa svolítið að skerpa á sendingum og opna sendingalínur og til að þetta gangi betur. Og Guðbjörg með boltan fyrir utan Aríana Múrir á henni. Gabert missir boltan, slæm sending á Guðbjörgu sem Aríana Múrir stelur og keyrir að körfunni en klikkar á leiðubi. Þetta býsna klaufalegt, þetta á Aríana Múrir að klára. Og leikmaður númer 20, Jóhanna Björk Sveinsdóttir skorar. Fanney með boltan. Já, og fiskar villu og fær 2 vítaskot í afmælisgjöf frá dómarunum. Villa á leikmann númer 6, Hallveigu Jónsdóttur. Við að sjálfsögðu óskum Fanneyju innilega til hamingju með afmæli í dag, 24 ára gömul, er mér sagt. En útsendingin var ég að fá að geta þess að er kostuð af Gunnari Jónathansinni, ljósmyndara. Og hann kann að taka myndir. Ég get nú bara vottað það sjálfur. Meira þess að láti mig líta vel út á myndum. Ég segi svona. En hann hefur verið lengi hérna í kringum okkar lið hérna í Grafarvoginum og til urmull af flottum ljósmyndum frá kappanum af örugglega öllum yngri flokka leikmönnum félagsins og meistaraflokkum. Þannig að ef að fólk er að hugsa myndatöku þá hvet ég til að hugsa til Gunnars Jónathanssonar. Hann kann sitt fag. Fanney klikkar á setur fyrra vítið niður og klikkar á seinna vítinu. Lína er í baráttunni undir. Hún er ekki að koma niður. Og 3 stiga tilraun á Val. Og Fjölnir á boltan. Aríana klók slær boltan af leikmann Vals og brunar upp völlinn, kemur á kantinum, allalega körfu en fær villu en nær ekki að klára layupið. Hún fær 2 vítaskot. Það er kraftur í Aríanu Múrir. Hún þekkir vel til Íslands. Hún er Íslandsmeistari með Keflavík, held ég 2017 þegar Sverrir Þór Sverrisson þjálfaði liðið. Dagbjörn er að Fjölnir stela boltanum en klaufalegt
svolítið fát á liði Fjölnis núna akkurat þessu stundina, en Magga Ósk í baráttunni í frákastinu vinnur boltan. Mikil áhersla hjá Valskonum að dekka Aríönu, duglegar á tvídekkana, en þetta er klaufalegt. Sendingar eru ennþá ekki að rata hjá Fjölniskonum. Það er eitthvað sem við þurfum vonandi ekki að hafa áhyggjur af mikið lengur. Dagbjört og þarna skorar Auður Íris Ólafsdóttir þryggjast þegar körfu spjaldið onni og Fanney svarar bara með að bruna strönd í strönd og klára með layupi. Vel gert hjá Fanney. Valskonur ná næstu í sóknarhugsun, en það vantar svolítið skerpu hjá Fjölni. Þær eru að tjakkast í gang og þarna kemur Fanney og veður upp að körfinu og klárar. Þetta er glæsilega gert. Svona á maður að spila þegar maður á ammali. Hvað haldið þið? Þetta er virkilega flott byrjun hjá Fanney í leiknum. Gegnumbrot hjá Val, Lína með frákastið, rúlaði hringnum. Aríana kemur upp miðuna og gefur undir á Stefaníu sem að klikkar úr reverse layupinu. Nú er innarskipting á Val, Guðbjörg kemur út af og Jóhanna Björk. Inn á koma leikmenn númer 10, Eydís Eva Þórusdóttir og leikmann númer 11, Nína Jenny Kristjánsdóttir. Og pick og roll hjá Aríönu og Línu sem að gekk nú ágætlega þangað til Lína klikka á layupinu, en ég vona að hún fari ekki detti í þann gír að klikka úr auðvitað layupum. Byrjaði þannig í fyrsta leik. Það er rándýrt að klikka úr layupum. Og Karva góð og vítið að auki hjá Línu. Kannski heyri Lína bara í mér. Setti bara eitt layup í grillið á mér hérna. Meðan ég var eitthvað að yppa mig. Það var vel gert hjá henni. Keyrði sterkt á körfunni. Staðan er 11-11. Þetta stefnir í hörkuleik hérna. Þannig viljum við hafa það. Þetta er nú leikur í Dóminusdeild kvenna sem að áhorfendur eru leyfðir, en það stefnir allt í óefni í þeim málum að það veri áhorfendabann núna í næstu umferðum og bara út frá þróuninni í þjóðfélaginu og fjölgun að smita af COVID. Þannig að við skulum nú vona að það muni ekki vara of lengi. Af því að við þurfum öll að horfa á körfubolta. Það er bara þannig. Og Lína setur víti niður. Vel gert hjá Línu. Og þryggjast eða skot spjaldið onni aftur.
Hvað á þetta að þýða? Þetta á ekki að vera hægt. Tvær þryggjastökur í röð af spjaldinu. Það er Hallveiga Jónsdóttir sem nældi þessu niður. Það fær víst 3 stig líka fyrir það, þó að fara spjaldinu. Heppni stimpill á þessu augnablikinu. Aríana finnur Möggu Ósk og Magga finnur Línu og Lína tekur sveifluskot og það er stela boltanum. Lína pikar í boltan og Fanney endar með hann í höndunum. Þannig kemur sendingin á Línu aftur og það eru ansi þéttar á henni. Dagbjört og Eydís og Villa á Eydísi. Henni skallast ekki. Það er komið skotréttur Fjölni í hag. Þannig að Lína fer á línuna og setur fyrra víti niður. Vel gert. Klikar á seinna vítinu. Dagbjörg kemur upp boltan fyrir Val. Og langur tvistur sem að Magga Ósk brýtur á Hallveigu sem að fer þá á línuna, 2 vítaskot. Fyrra víti klikkar. Og seinna viti líka, Aríana með frákastið, kemur upp, brunar upp höllin og keyrir upp á körfunni, finnur Línu. Þetta er virkilega huggulegt og Lína leggur hann onni. Það stefnir í ansi dýnamískt dúó með Aríanu og Línu. Framheldur sem horfir. Og þarna er Lína aðeins svo ágeng. Teygir sig yfir bakið til að ná í boltan, ekki skynsamlegt. Fyrsti leikluti komið 2 villur, skiptur út af. Og inn á í hennar stað kemur Hulda Ósk Bersteinsdóttir. Léleg sending á Aríönu, misskilningur. Hulda Ósk og Fanney voru ekki viss að hvort að grípa boltan og þá fer boltin á milli og það er tap á boltanum. Vantar aðeins meiri sannfæringu í leik Fjölnis núna. Aríana stelur boltanum, þetta er virkilega vel gert. Kraftur í Aríönu Múrir. Og Fanney brýst inn, finnur Stefáni á kantinum og Stefáni fær bolta frá Aríönu aftur og þarna var kontakt sem að hefði nú verið hægt að gera eitthvað í en Stefáni fær ekkert út úr þessu og Dagbjörg brunar upp fyrir Valsmenn. Þriggjastaða skot sem var stutt og sókna frákast og Val. Aftur kemur þriggjastaða skot og stutt. Það er Dagbjörtu. Dagbjört er að reyna að finna Fjölina.
Valskonur eru tvær að dekka Aríönu. Einhver pirringur að myndast í kringum það. En Aríana er bara orðin pirruð og hún gefur bara skít í þetta og keyrir að körfuna og klárar þetta. Það getur verið tvíbent sverð þegar að þjálfarar ætla að láta leikmenn pirra lykilleikmenn. Getur nú fengið annarkvort í andlitið eða Eggert Þór handaði með tæknirullu á bekkinn hjá Fjölni. Þýðir ekkert að vera með dólg, þá fær maður bara Hallveig setur niður tæknivilluna og á vítalínuna er komin Nína Jenny sem skoraði körfu og fekk 2 vítaskot fyrir ekki. Nei, skoraði og fekk auka vítaskot, afsakið. Það var rétt með hérna. Aríana brunar upp og Fanney fyrir beint upp í þrist og Magga Olsson er frákastinu. Nei, afsakið Stefania. Stefania er sóknarhugustur, vel gert hjá henni. Og brotið á henni. Þannig að hún fer á línuna því að það er skotréttur. Setur vítið niður. Og Stefania klárar bæði vítin. Þetta er vel gert. Guðbjörg Sverrisdóttir kemur upp með bolta núna fyrir Valskonur. Guðbjörg finnur, þetta er virkilega vel spilað hjá Valskonum. Guðbjörg finnur Nínu undir, auðvöld 2 stig fyrir hana. Aríana, hún er Valskonur reynist erfitt að höndla hana. Bróta á henni, nú lappar hún á línuna, 2 vítaskot. Út af kemur Fanney og inn á í hennar stað kemur Emma Sóldís Svan, Hjördísardóttir. Hún er búin að spila mjög vel í upphafi leiktímabils, ung og efnileg. Aríana setur bæði víti niður. Staðan er jöfn, 21-21. Og Fjölniskonur stela boltanum og Emma Sóldís var boltan frammi og klára þetta með stæl. 2 stig hjá Emmu. Og Fjölniskonur komnar yfir, 23-21. Valur spyrir inn í og aftur út, fínar sendingar á milli, en Eydís Eva keyrir að körfunni, brotið á henni, hún fær 2 vítaskot. Þetta var vel spilað hjá Valskonum, létu boltan ganga vel og uppskáru 2 vítaskot. Og þessi lekur hún í, seinna vítið. Og Stefania kemur upp með boltan fyrir Fjölni. Og Aríana kom með boltan í hendur. Og þá er alltaf hætta á ferðum fyrir Valskonur. Og Magga Ósk, hún klikkar úr skotinu. Magga Ósk átti og Guðbjörg Sverris klárar fjórðungi með 3 stiga körfu og kemur Valskonum yfir
25-23. Ég hef nú viljað sjá Möggu og setja niður þetta skot. Svona fylgi eftir frábæri lokakafla í Smáranum daginn þegar Fjölniskonur unnu Breiðablik. Jæja, þannig fengum við smá dæmi verk Gunnars sem að kostar þessa útsendingu og við erum byrjuð aftur. Fjölniskonur klikkur layupi og þryggjastöð skot hjá Val sem er beint onni og það er Eydís Eva Þórisdóttir sem að negli því niður. Og Ariana Morir er þétt dekkuð hérna. Og hún fer upp í skotið og klikkar úr því. Guðbjörg Sverrisdóttir með frákastið brunar frá völlinn. Þarna er varið skot hjá Fjölni. Þarna er varið skot hjá Val og Ariana með sóknarkastið og klára þetta. Reverse layup. Þetta er vel gert. Hálf svona tilraunarkennt hjá Fjölni þessa stundina. Og þarna kom skot hjá Stefaníu sem að fór í spjaldið og út og Emma Sóldísar villu tegja sér til frákastinu. Inn á koma Fanny Ragnarsdóttir og Heiða Hlín Björnsdóttir fyrir Möggu Ósk og Stefaníu. Dagbjörg keyrir að körfunni. Ariana Morir grípur í hana og brýtur á henni. Dagbjörg, það er 2 vítaskott. Pínu klaufaleg villa.
Klikkar úr seinna skotinu, vítaskotinu. Og Heiðarlín, hún ætlar að keyra bara körfunni, klikkar og lína við sóknarkastið og klárar. Þetta er bara virkilega vel gert. Auðvitað að gera þetta svona. Keyra körfunni og lína er þarna til þess að hreinsa upp ef allt fyrir kálið með layupi. Þetta er bara einföld og mjög áhrifarík uppskrift af körfubolta. Vera aggressívar og keyra á það. Ekki hugsa of mikið. Stundum bara þvælist það fyrir mann í körfubolta. Guðbjörg Sverrisdóttir setur niður þryggjasta skot. Það er verið að vera að hitna svolítið fyrir utan í þryggja. Valskonur. Já, vill að hana Guðbjörg brýtur hana klaufalega á Heiðarlín. Heiðarlín að körfunni og svo, nei, þetta er einstaklega óheppilegt og Emma Sóldís fær aðra villu á sig þegar hún berjast í sóknarkasti. Það eru bara fína villur. Það er flott að leikmenn keyri í sóknarkastin. Þetta var einstaklega óheppilegt hjá Heiðarlín. Aðdragandi var bara mjög góður en stundum er þetta svona, þetta skrúast upp úr hringnum. Það er alveg gjörsamlega óþolandi. Nú var Valskonur fengur boltan inn í svona klika og lína varnarfrákast. Aríana Múri kemur upp með boltan og þarna er blocking villa. Leikmann númer 26, Auði Írisi hjá Val. Hún var ekki alveg búin að ná sér stöðu til að þetta er í sóknarvilla. Þarna var óvelkomin athugasemd frá þjálfara Vals, Ólafi. Og hann uppsker tæknivillu. Vikið. Aríana tekur tæknivítið og neglir því niður. Þetta var ágætis tilraun. Aríana köttaði körfunni, Lína ætlaði að finna hana en eins og ofta áður þá eru Valskonur. Þær eru fljótar á fótunum og slægja höndin inn í sendingar. Þeir eru ansi vel á tánum. Þetta er afar klaufalegt. Sendingin rataði ekki hendurnar að Heiðarlín sem missti boltan út af. Það er svigrúm til bætingar í leik Fjölnis, klárlega. Samt er bara 4 stiga munur, þannig að Emma Sóldís að gerði ágætlega en hún kemur þessu niður. Samt sem áður Heiðarlín brunar upp og Fanney skrefar hérna klaufalega. Fjölnir er að tapa boltanum svolítið mikið núna þessa stundina. Ágætis vörð þarna og Lína setur ágætis press á og Emma Sóldís tekur frákastið og þarna Heiðarlín, já þarna kemur villan.
Það eru afar aggressívar Valskonur og eru að uppskera oft í þeim leik. Heiðalín kemur upp með boltan, finnur Möggu Ósk kantinum. Magga Ósk, hún bara brunar inn í miðjuna og Lína setur niður midrange stökkskot og broti á henni leið og fær vítaskot á auki. Þetta virkilega vel gert. Þetta var virkilega vel gert hjá Möggu Ósk. Prjóna sig inn í hjarta varnarinnar, inn í miðjuna og finnur að opna skotmanninn. Stundum er körfubolti ótrúlega auðveldur og einfaldur í rauninni. Þarf ekkert að hafa þetta flókið, frekar bara einfalt og áhrifaríkt oft á tíðum. Og 3 stiga tilraun hjá Val sem að klikkar. Heiðalín brunar upp með boltan. Og Lína með langan tvist. Hún er að hitna og setja niður skotin. Það eru bara góð tíðindi. Við fögnum því. En mér laðast að nefna inn á hjá Valsmönnum að komin ung stúlka, nr. 13, Sara Líf Bouama. Fór aðeins saman með hvaða skiptingar voru. Þarna stelur Ariana Múrer boltanum glæsilega og fær villa auki, skorar og vítaskota auki. Og villa dæmda á Söru Líf, sem er nýkomin inn á. Ariana setur vítið niður og Guðbjörg Sverrisdóttir kemur aftur inn fyrir Söru Líf. Hún fekk aðeins að spreyta sig. Ungur efnilegur leikmaður, greinilega þarna á ferð. Og Guðbjörg með 3 stiga tilraun og Magga Ósk með frákastið finnur Aríönu ótrúlega vel gert, en Ariana, þetta er rándýrt. Klikkar og galopnum leiðupi, þetta er lögreglumál. Og 3 stiga tilraun hjá Val, skoppar upp í uppistöðunar, út af innkast, velnir á boltan. Hallveig Jónsdóttir er búin að taka nokkur 3 stiga skot síðustu mínútur. Hefur ekki verið að negla þeim niður. Vantar upp á nýtinguna. En staðan er 35-34 fyrir Fjölni. Fanney kemur upp með boltan, stíf pressa á Fanney sem hún er ekki alveg að höndla og þær stela af henni boltanum.
og klikk úr layupunum. Já, hérna. Og Emma Sóldís finnur línu inni sem að aftur út á Möggósk sem að tekur þrist en aðeins og stuttur. Dagbjörg kemur upp með boltan, Emma Sóldís á henni. Og Guðbjörg þarf að prjóna sig í gegn inn í miðjuna, klikkar. Fjölnir konar aftur í sókn, Fanney stillir upp, finnur Emmu, Sóldísi. Og Emma finnur Heiðulín, það gerir Heiða, hún snýr sér og tekur skot, stuttur, loftbolti. Og Guðbjörg. Þarna var dæmt villa á Heiðulín, Guðbjörg sendi góða sendingun á Nínu Jenníu sem ætlaði að klára layupið og maður heyri nú bara boltasmell. Það var ekki alveg að sjá villin í þessu en þessir þrír gráklæddu þeir eru búin að stúdera dómgæsluvísindi lengur í þannig að þeir hljóta að vita hvað þeir eru að gera. Og seinna vítið klikkar og já, þarna er líka villa. Það eru ansi aggressívar valskonur og styttist í að einhver villuvandræði hljóta að fara að gera vart við sig. Hallveig er komin einmitt með 3 villur núna í fyrri hálfleik og skotréttur. Fanney seti niður fyrra vítið, vel gert. Seinna vítið Geigar. Guðbjörg kemur upp með boltan fyrir Val. Dagbjörg. Virðist vera þéttast vörnin hjá Fjölniskonum. En Dagbjörg finnur leið gegnum inn í miðjuna en klikkar úr skotinu og Lína með frákast, outlet sending. Magga Ósk finnur Fanneyju og hún finnur Stefaníu sem brýst hann í gegn og það brotið á henni, 2 vítaskot. Okkar konur virðast vera að finna svolítið taktinn. Varnarmegin. Vörnin er þéttast og Stefanía klikkaði úr fyrra skotinu, setur seinna skotið niður. Kemur Fjölni 2 stigum yfir. Brotin í miðuna, skoti klikkaði og Magga Ósk nær ekki að halda boltanum, slæðir hann út af. Hingast undir körfunni hjá Val. Og Guðbjörg upp í skot, klikkar, Lína með frákastið og Aríana keyrir upp í sókn, finnur Línu. Og Fanney brýst í gegn og Lína næstu búin að þessu. Guðbjörg hrifsar frákastið. Þarna slægir Fanney höndin í boltan og Fjölniskonur vinna boltan fyrir vikið. Vel gert. Og Lína. Og Stefanía finnur Línu undir körfunni sem að klikkar á layupinu.
Þetta er rándýrt og Guðbjörg kemur upp í þrist á móti sem klikkar úr Aríana með frákastið. Það er bæði lið ekki að klára færin sín þessa stundina. Og Fanney fær handoff-sendingu og fer í flotskot sem er varið. Og Valskonur setur upp gott þryggjastæðarskot sem klikkar og Fanney er komin að staði hraðarflögg. Og Lína fær boltan og klikkar úr enn einu layupinu. Og þarna kom þryggjastæðarkáran í horninu. Og Halldór Karl þjálfari Fjölnis tekur leikhlé. Það var Auður Íris sem að neldi niður þryggjastæðarskoti fyrir Valskonur. Kemur Valskonum aftur yfir. Liðin búin að skiptast á fórustu nokkru sem í leiknum. Það eru 15,5 sekúndur eftir að fjórðungnum. Halldór Karl ætlar að teikna upp eitthvað sem að tekur væntanlega 15 sekúndur í framkvæmd, svo það tryggja að Fjölnir klári sóknina með síðasta skotinu og fá ekki körfu ástíð tilbaka. Aríana kemur upp boltan. Það eru 7 sekúndur eftir núna. Hvað gerir hún? Emma Hrönn sem kom inn á, ekki búin að koma inn á, en Magga fær boltan í þristinn og rétt svo geigar. En fínasta sókn, opið skot, það er ekki hægt að biðja meira. Svo er þetta bara spurning hvort þetta fari stöngin inn eða stöngin út. En staðan í hálfleik er 37-38, Val í vil. Stefnir í hörkuleik.
Jæja, góðir hálsar. Senn hefst seinni hálfleikur. Nýjafn og spennandi leikur í gangi hérna. Stigahæsti leikmaður leiksins er Lína Pigsjúti og með 14 stig og Ariana er með 12 stig. Öllu dreifðara stigaskori hjá Valskonum. Valur hófu seinni hálfleikinn. Lína er einnig með 10 fráköst í fyrri hálfleik. Það teljast býsna gott. Ágætis varnarfærsla hjá Fjölniskonum hérna. Og þriggjastaðaskot erfitt, þriggjastaðaskot kontestað. En það er nóg sóknarfókustunum. Guðbjörg Sverris reyna að finna skotið. Og styttist tíminn, 3 sekundur eftir skotklukku og hvað þarf hann að gera og erfitt skot og innkast sem Fjölnir á. Þetta var þétt og góð vörn hjá Fjölni, góð færsla þannig að erfitt fyrir Valskonur að finna færi. Fanny keyrir upp á körunni, þarna hefði hún bara átt að láta vaða spjaldið onni en gefur út á þriggjastaða skot hjá Aríönu Múrir. Emma Sóldís með sóknarkastið og gefur Heiðurhlín sem fyrir þriggja. Klikkar, Aríana reynir að bjarga boltanum en út af fyrir boltinn, Valskonur eiga boltan. Erfitt skot hana hjá loftbolti hjá Valskonum. Vel kontesta hjá Línu. Aríana fær boltan, finnur Línu í teignum. Út á Fanny í þriggjastaða sem að negli því niður. Þetta er glæsilega gert hjá afmælisbarni dagsins. Setur tóninn í seinni hálfleik. Og Fjölniskonur komnar yfir 40-38. Og þannig kemst hún Dagbjört reynir að keyra körunni og Aríana finnur Emmu Sóldísi í hraðflóðum móti sem að skorar úr layupinu. Anna bragur á leik Fjölnis núna í upphafi seinni hálfleiks sem að bara lofar býsna góðu. En Guðbjörg Sverris keyrir að körunni, breytir skotinu sínu sem er aldrei gott og klikkar og Fjölnir bruna í sókn og Emma Sóldís bruna að körunni, varir skotið hennar en dómari leiksins Ingi Björn, hann sá eitthvað athugavert við þetta og dæmdi villu og Emma Sóldís fær 2 skot. Og Emma er svellköld og negli báðum vítunum. Virkilega vel gert. Og Fjölniskonur setja tóninn, við erum komin 60 yfir. Og vörnin orðin mun þéttari og hreyfanlegri. Guðbjörg reynir að finna glufur en þarna fær Lína frekar ósanngjarna villu. Hún fór beint í boltan en Einar dómari, hann leitaði ekki sömur augum og ég og dæmdi villu á Línu. Var Sóldís ein? Aðeins já. Og þarna kemur annað erfitt skot sem að klikkar. Lína með enn eitt frákastið. Hún er að móka inn frákastum í kvöld. Og þarna kemur Heiðarhlín, finnur
kemur, þetta er náttúrulega ótrúlega með að gang leiksins að þarna hefði ekki verið dæmd illa, verður ég nú að segja. En frábært kött hjá Heiði Hlín. Þannig kemur þryggjastæðaskot, þarna er hrinding í bak sem að Eggert, dómari. Hann spottaði þetta. Bakhrinding og Fjölniskonur eiga boltann. Stigahæstar hjá Valsmönnum eru Guðbjörg með 8 stig og Hallveig með 8 stig. Guðbjörg er líka með 11 fráköst. Og Fjölniskonur í sókn. Aríana fær skrín frá Línu sem rúlar að körfunni og setur þetta niður. Þetta er virkilega vel gert. Vagn og velta, eins og einhver kallaði það. Og Fjölnir eru konar 8 stigum yfir. Mómentið er dálítið með Fjölnir núna. Og ráðaleysi í Val, þarna var heppinn að stíga ekki, fá ekki út af og sóknarvilla á Val í frákastabaratunni og Fjölnir fær boltann. Ég sá reyndar ekkert hvað gerist, dómari sá það betur. Klaufalegt þarna, já, en þetta gengur sendingin rataði næstu ekki alla leið en og Fanney kom boltan á kantinn, finnur Línu og Lína setur boltan onni og fær villa auki. Lína er að eiga geggjaðan leik hérna og Fjölnir eins og hendi væri veifaður og komnar 10 stigum yfir á 4 mínútum. Og þetta var skrítin dómur en þetta sýndist mér að vera af Val en ég er í ágætis útsýni hérna uppi en hann er pressuvörð hjá Fjölni og Heiða Hlín stelur boltanum, þetta er virkilega vel gert. Og Emma Sóldís finnur Heiðu Hlín sem að setur í þryggjastega. Aríana með fráknarkast en hún klikkar úr leiðöpunu. Valskonur koma tilbaka, Guðbjörg. Hvað ætlar hún að gera? Hún feipar upp í þristinn, þetta er allt of opið fyrir hann en hún er ekki alveg að finna Fjölina í augnablikinu. En þarna ætlaði Fanney sér og mikið stundu það maður að vera pínu eigingjarn og fara bara á körfuna. Hún átti bara að gera það, hún Fanney núna. Setja hann bara spjaldi onni og ef hann rúlaði þá var Lína komin að það til þess að hreinsa frákastið. Þetta var svona svokallega overpassing. En það er allt annað að sjá til Fjölniskvenna núna. Stemmingin er að sveifla svolítið yfir á þeirra hlið núna. Og þarna kemur pikk hjá Línu og Aríana finnur Emmu Sóldísi í opnu þriggja sem er aðeins og stutt. Og þarna kemur Ræðaflöf sem með slæma sendingu og Fanney stelur boltanum, kemur brunandi tilbaka. Finnur Emmu Sóldísi í þriggja aftur og auðvitað neglir hún þessu niður. Emma Sóldís neglir þessu þryggjastæðaskoti. Þetta er glæsilega gert. Nýbúin að klikka úr skoti en það skiptir engu máli. Maður á ekkert að horfa í baksýnisspegilinn, bara negla næsta opna skoti. Það er eina leiðin.
virkilega vel gert. Og allt í hennu munurinn orðinn 13 stig Fjölni í vill. Og algjört ráðaleysi í sóknarleik Valsmanna en finnur þó opið þriggjastaðarskot og rúlar út af Valskonum og Fjölnir á boltann. Það leysa pressuna vel. Fjölniskonur, Aríana og Lína inn í. Einhvern veginn tókst Eggerti að finna út sóknarvill á Línu þarna. Eitthvað að sveifla olnbogum á Lína virðist vera og fær sóknarvillu og hún komið 4 villur. Það eru ekki góð tíðindi fyrir Fjölni. Hún búin að vera langbesti leikmaður vallarins. Með 18 stig og 11 fráköst. Vont að missa hann út af en hún klárar 4. leiklutan þá vonandi. Og Valskonur fá opið skot í horninu sem að klikkar. Þær eru ískaldar akkurat núna. Og Aríana keyrir að körfunni, finnur Emmu Sóldísi í opnu þriggja og nei, næstu því. Lak af hringnum. Góð þétt vörn hjá Fjölni í gangi núna, en opinn tvistur, en Aríana náði boltanum en mist hann eftir kontakt sem hún fekk ekki dæmt á. Þannig að Valskonur fá innkastið. Þarna skoraði Eydís Eva, góðu gegnumbroti, það var virkilega vel gert hjá henni. Og þarna dæmt sóknarvilla á Huldu sem hreyfði sig í skíninu og Halldór Karl tekur leikhlé. Það var aðeins að fara í máli. Þess má geta aftur að þessi útsending hjá okkur í kvöld kostuð af Gunnari Jónathansinni, ljósmyndara. Okkur þykir vænt það. Þykir vænt alla okkar styrktaraðila. Gunnar mikill fagmaður og hvet fólk sem í ljósmynda hugleiðingum að tjekka á kappanum. Kann sitt fag. Hefst á leikur aftur, tæpa 3 mínútur eftir að þriðja leikluta hérna og staðan 51-40 fyrir Fjölni. Valskonur með boltan. Það reyna að koma boltanum inn í og þriggjastaðarskot úr horninu sem stutt og Valskonur missa hann. Það virðist vera planið hjá Val að koma boltanum inn í á leikmannum 11, Línu Jenju. Það sem að Lína út af og hún þá með lágastnæri leikmann á sér. Ekkert galið plan en það gekk ekki núna. Aríana fer á vítalínuna eftir gegnumbrot.
setur fyrra vídeón í. Og seinna vídeóð rúlar Ronny líka. 14 stiga munur. Já, 13 stig. 13 stig. 13. Já, en við stefnum í 14. Og jafnvel meira. Eitt skref í einu. Já, nákvæmlega. Og Hulda með varnarfrákast, glæsilega gert. Og Heiða missir boltan á Fanny og þarna kemur skot sem er rétt náðist og skotklukkan rann út. Og Valskonur þarna skorar leikmaður númer 6 Hallveig Jónsdóttir. Hallveig kom með 10 stig í leiknum. Og þannig Ariana leikalisti sínar gefur út á Möggós sem að klikkar á 3 stiga skotinu. Og Valskonur brunar að körfunni, fær ekki villuna. Eydís, þetta var fín tilraun hjá henni. Hefði mögulega getað fiskað villu en fekk ekki. Hulda fær boltan inn í, gefur á Fanneyju sem að vikar í layupinu og Heiða Hlín fær villu. Það reyna að stoppa af Auði Írisi. Dagbjört galopinn eina móti körfu og 3 stiga skot en klikkar á því og þarna vildi nú Valskonur fá sóp á Fanneyju en hún var með handabaki ofan á boltanum allan tíman þannig að það slapp. Emma Sóldís lét verja frá sér skot og Fjölnir á engastið, allt í góðu. Emma Sóldís reynir að keyra körfunni og lætur aftur verja frá sér. 8 sekúndur á skotklukkunni. En þetta er Fjölnir á aftur engastið. Og þarna þau Stefanía upp, fær boltan og skorar úr ingaskerfi. Vel gert. Og 10 sekúndur eftir á fjórðungnum og Valskonur ætla að reyna að ná í eina körfu og Dagbjörg gerir nákvæmlega það, brýst að körfunni og minnka munin í 11 stig aftur. Staðan er 55-44 fyrir Fjölni þegar 3 leiklutar eru búnir. Það var gott raun sem að Fjölni náði. Örlar á smá villuvandræðum í leiknum. Hjá Fjölni er Lína með 4 villur og Heiða Hlín með 4 villur. Og hjá Val er Nína með 4 villur. Það geti dregið til tíðinda í 4. leikluta hvað það varðar.
Fjölniskonur byrja þennan leikluta. Lína er komin aftur inn á. Það er bara eins að passa sig að fá ekki 50 villuna. Aríana finnur línu inn í sem að fer í sveifluskot en sem geigar og Valskonur brun upp. Dagbjörn ætlar að og finnur er að reyna að finna þriggjastaðskoti og veður upp í þrist, spjaldið út, lína með enn eitt frákastið. Og Aríana fer upp og fiskar villu, 2 vítaskot, vel gert. Klikkar úr fyrraskotinu. Og seinna rúlar hon í 12 stiga munur, Fjölnir yfir, fögnum því. Og ennþá þétt vörn hjá Fjölni. Og Guðbjörg upp í skot, lína enn eitt frákastið og Aríana kemur upp með boltan. Og svo Aríana fer upp í þriggjastaðskot, rúlar að hringnum. Og Dagbjörg með frábæra hreyfingu, losa skot. En hittir ekki. Það var virkilega vel gert enga síður. En þarna lætur Stefáni að stela af sér. Þetta var klaufalegt og hún bara hamrar Guðbjörgu. Og fær óíþróttamæslega villu á sig. Guðbjörg fær þá 2 vítaskot og Valskonur fá boltan aftur. Hún klikkar á fyrra skotinu. Og setur seinna skotið niður og Valskonur fá boltan aftur. Þetta var allt annað en skynsamlegt. En áfram vörnina, Guðbjörg finnur ADC í horninu sem að klikkar á þriggjastaða. Aríana hrifsar frákastið en og lætur og Guðbjörg vinnur boltan aftur. Og það er skipting á Fjölni, inn á kemur Fanney fyrir Mögguósk. Og þarna var dæmd illa, Hallveig braust á körfunni og fiskaði 2 vítaskot. Fanney með sína fyrstu villu. Fanney með fyrstu villuna, já. Setur fyrra víti niður og seinna líka. Og það eru að detti í eitthvað kæruleysi hérna Fjölniskonur.
Það þýðir ekkert að ná einhverjum 10-12 stiga mun og ætla svo að vera sattar og halda að þetta gerist bara að sjálfu sér út leikinn. Það er aldeilis ekki þannig í körfubolta. 10 stiga munur er ekki neitt. Þannig að það þurfa að halda haus, einbeitingu og klára þetta verkefni. Og Fanney brýst í gegn og klárar þetta. Þetta er glæsilega gert, vel leyst. Mátti ekki tæpar að standa þannig. 1 sekúndu eftir á skotklukkunni þegar hún lagði Donny. Virkilega vel gert hjá Fanney. Hún er búin að eiga mjög góðan leik hérna. Átti líka frábæran leik á móti Breiðablik daginn. Hún er að spila vel í upphafi tímabils. Þetta er afmælisútgáfa. Þetta er afmælisútgáfa, alveg klárlega. Hún með 11 stig. Eydís með skot úr horninu sem er bara loftbolti en Emma Sóldís með frákast en driblar í löppin á Valskonu og rúlar út af. Fjölnir á innkast. Og það er skipting hjá Val. Eydís kemur út af og inn á kemur leikmaður númer 15, Lea Gunnarsdóttir. Og þannig var fín tilraun, Fanney reyndi að finna Heiðulín og kötta á körfuna en smá bras en Fjölnir á innkastið. Þarna fær Aríana boltan inn í en nær ekki að klára. Það var engu að síður mjög vel gert, vel póstað upp og 3 stiga skot hjá Val sem að rúlar onni. Það var leikmaður númer 6, Hallveig Jónsdóttir sem að setti það niður. Lína fær boltan á blokkina, sjáum hvað hann gerir og hún lætur boltan út á Heiðulín sem að setur á Emmu Sóldísi í galópi 3 en það gekk ekki á Emmu. Þarna er nú bolti sem Fjölnir átt að ná en Aríana ver þetta skot glæsilega en einhvern veginn sér Ingibjörn dómari villu og Halldór Karl tekur leikli. Þetta var alveg svo kallaður mútkiller. Það var frábær vörn hjá Aríönu. Staðan er 58-50 fyrir Fjölni. Það eru 5 mínútur og 46 sekúndur eftir að leiknum. Og það þurfa að halda bara áfram að spila sinn körfubolta. Ekkert að vera að hugsa um að verja eitthvað forskot. Það er bara ávísun á einhverju vitleysu og vesen. Þannig að þær er bara að halda áfram að skora körfur og spila sinn leik. Seinna skotið onni
hjá Auði Írisi. Og munurinn er 7 stig, 58-51. Og Fanney brunar upp boltan, finnur línu sem að klikkar úr layupinu. Þetta er rosalega blóðugt að klikka úr svona færum. Þetta var virkilega vel framkvæmt hraðflug, en svo fáið þryggjast eða körfi grillið á móti og þetta er orðið leikur. Við erum að tala þetta er komið í 4 stig. Allt í járnum. Já, allt í járnum aftur. Og Lína fær hann aftur undir og þarna klárar hún. Vel gert. Þarna klárar hún. Það stefnir í æsi spennandi í loka mínútur hérna. Já, hann er brotið á Dagbjörtu. Fanney fær villu, 2 vítaskot. 5 mínútur eftir að leiknum sléttar. Þetta verður allt á suðupunkti hérna. Sex stiga munur og Valur með 2 vítaskot. Og skipting hjá Val. Út af fór Jóhanna Björk og inn á kom Nína Jenny. Nína Jenny með 4 villur á bakinu. 5 mínútur eftir að leiknum. Það er svona sama stað og Lína hjá okkur og Heiðalín. Hún setti niður bæði vítin. Munurinn aftur 4 stig. Aríana prjónar sig í gegn, finnur Möggu Ósk sem kemur inn í miðuna, finnur Línu sem að skorar og fær villu að auki. Og þetta er 5. villan á Nínu Jenníu. Þetta var stórt fyrir leikinn. Þetta var risastórt. Já. Nína Jenny farin út. Það þýðir að Lína hefur meira svigrúm en hún er tæp á villunum líka. Klárt. Við þurfum að vonum að hún haldist inn á vellinum út leikinn. Hún setur víti niður. Þetta var 3 stiga sókn. 3 stiga sókn. Munurinn komin í 8 stig. Og vörnin að þéttast aftur hjá Fjölni. Lína verður að passa sig, ekkert handcheck. Og 5 sekúndur núna eftir að skotklukku og Guðbjörg reynir að finna skot og Jóhanna, hún setur þetta niður og Aríana brýtur á henni. Aríana fá 3. villuna sína. Já. Það er hellinga eftir þessu leik. Valsmenn skipta. Já, Eydís kemur inn á aftur fyrir Leu. Jóhanna með vítið og setur vítið niður og munurinn orðinn 5 stig. Þetta var 3 stiga sókn hjá Val. Búnar að svara. Og Aríana og finnur Línu undir og Lína nær ekki að klára. Guðbjörg brunar upp með boltan, reynir að finna einhverjar opnanir, finnur Eydís í horninu sem að keyrir körfunni og 3 stiga skot hjá og Lína með varnarhókastið. Hallveg klikkað á 3 stiga skoti. Fimm stiga munur. Og Heiðalín fer upp í 3 stiga og það er loftbolti. Nú þurfa Fjölniskonur, þær þurfa körfu. Bara skora eina körfu. Það er svolítið krítískt núna. 3,5 mínútur eftir að þessu. Og Eydís, hvað gerur hún? Nú Dagbjörg fær skrínið, reynir að finna engar opnanir. Kemur aftur skrín. Og Lína ver skotið, þetta er glæsilega gert. Þetta var glæsilega gert. Og Aríana finnur Fanneyju og hún finnur Heiðalín sem að klárar. Þetta er virkilega vel gert. Óeigingjarnt körfubolti þarna.
og auðvelt sniðskot. Og Valskonur missa boltan, klaufaskapur, stígur á línu og Fjölniskonur komum með boltan, 7 stiga munur. Og stemmingin Fjölnismegin þessa stundina. Þetta er bara virkilega vel gert. Virkilega vel gert. Og Lína Big Judy er búin að eiga alveg frábæran leik hérna með 23 stig, 15 fráköst. Trölla tvenna hjá Línu. En hjá Valskonum er Guðbjörg Sverris búin að eiga góðan leik líka, en já, með 9 stig og 14 fráköst. Og Hallveig með 18 stig. Hjá Fjölni er Ariana búin að skora 15 stig, hún er með 13 fráköst og 5 stoðsendingar, þannig að hún er nú að eiga líka alveg dúndurleik. Þannig að þetta tvíeiki er búin að draga vagnin. Úps. Klaufalegt. Þetta var klaufalegt. Ariana driplaði tánna á sér út af, missi boltan. Hún er ekki sátt við sjálfa sig núna. Það er Dagbjörn setur upp sókn, Heiðalín pressar Eydísi. Eydísi finnur Hallveigu og það er dauður bolti. Hallveig finnur Guðbjörgu sem að klikka á sniðskotunni, laga á hringnum og Jóhanna sló boltan út af. Fjölniskonur eiga hingast og það er skipting hjá Val. Eydís kemur út af og Auður Íris inn á. Og það er tvíteka Aríönu, eins og það er búin að gera í leiknum. En Heiðalín fær þá boltan, brunar upp. Heiðalín er fullfær það. Lína fær boltan. Handoff sending á Aríönu og 10 sekundur á sókninni. Hvað gerir Aríana? Hún fer upp í stökkskot vítalínu og sóknarfrákast á Línu og broti á henni, 2 vítaskot. Það ráða ekkert við hana, þetta undir nema brjóta á henni. Já. Og þetta var stórt. Það er 7 stiga munur og Lína, ef hún setur bæði vítin onni, þá er þetta nú, þá er það stórt fyrir Fjölni. Það er 2 mínútur eftir leiknum. Hún setur fyrra vítið onni. Öryggið uppmálað. Og seinna vítið onni líka. Hallveig brýst að körfunni, Magga Ósk brýtur á henni og Hallveig fer á línuna. 2 vítaskot. Og Hallveig setur niður fyrra víti. Og seinna vítið onni. Aftur 7 stig. Það setja press á Aríönu og skrín. Það eru konar 3 á hana og Magga opnast í 3 en stuttur bolti. Ég nú vilja sjá þetta onni hjá Möggu. Og frábær vörn hjá Línu, frábær vörn, stóð bara þrá bein upp í loft. Fyrir það fær hún ekki villu, þetta var virkilega vel gert. Hún er að spila ótrúlega vel í þessum 4 leikluta með 4 villur á bakinu.
Það þarf nefnilega að kunna það þegar maður er með 4 villur á bakinu. Þá þarf maður að kunna klára leiki á þess að fá. Og örvendingu tryggjaðsæð skot þarna. Þær hefði nú getað gert betur þarna Fjölniskonur en Kláðum við leiklíðan. En líka svo sem mikilvægt að klára bara út skotklukkuna og éta niður klukkuna og meðan staðan er svona. Það eru 53 sekúndur eftir að leiknum, staðan 67-60 fyrir Fjölni. Þetta er 3 körfuleikur, þannig að það þarf mikið að snúast val í vil ef að þetta á að... Já, 3 körfur á 53 sekúndum er alveg hægt. Já. En það er að segja að þá þurfa Fjölnisstúlkur að gera mistök ansi drastísk. Heldur betur. Þannig að maður er að leyfa sér aðeins að líða pínu betur. Já, ég held að þeir séu farnir að finna lyktina af 3. sigrinum sínum í Dominus-deildinni. Akkurat. Þetta svona lítur allavega vel út. En Valskonur eru með boltan, þannig að... Já, við erum að fara í Valssókn. Já, og ef það er brun upp og skora þá er þetta nú bara kannski 4-5 stig. Já. Nægur tími, það er ekki það. Ég voni ég sé ekki að jinxa neitt hérna, en það þurfa bara að spila þétta vörn Fjölniskonur. Já, og vera skynsamar. Passa að tapa ekki boltanum með að vinna hann og nýta klukkuna. Já, nú gengur þetta svolítið út á það. Landa þessu. Valsmenn munu vilja brjóta á þeim strax til að stoppa klukkuna. Akkurat. Og hér rúlar klukkan í gang. Já, Dabber. Það er skrín. Reynir að vanna lína á henni. Og snúningur og skot og Ariana með varnarfrákast. Wow! Þarna var hörku kontakt og Guðbjörg fær á sig óíþróttamannslega villu sýnist mér. Já, en lendir ítli í hún hafði ekki eitthvað meiðst mikið. Hún fengi vantarlega bara högg á andliti eða Þær kræktust eitthvað saman þarna, hún saman. teygði sig í Aríönu. Já, og mér sýndist höndin á Aríönu hafa slengst í höfuð á henni með einhverjum hætti. Algjört held ég, já þetta var nú óvilja verki. Hún hefur fengið í hálsinn eða bara einn á lúðurinn. Ég veit ekki alveg, það er óheppilegt, leiðilegt þegar svona gerist. Hún virðist hafa orðið fyrir ansi þungu höggi. Við vonum að það sé ekki alvarlegt. Ariana klikkar á fyrir á vítinu. En ég held hún setja seinna vítinu niður. Nei. Ekki er ég nú góðu spámaður. Taugarnar vantar. Taugarnar maður. En Fjölniskonur með boltan, sóknar megin, 39 sekundur eftir að þessu. Það þurfa að passa boltan vel og nýta þessa 14 sekundur á klukkunni. Og Lína fær boltan aftur út á möggu. Þetta er flott, þetta er vel leyst. Og Ariana með boltan, Lína reynir að finna bara og villa. Lína fer þá á vítalínuna, það er komið skotréttur. 30 sekundur eftir, Lína á vítalínunni og það er skipting á Fjölni. Heiða Hlín kemur út af fyrir Stefaníu. Lína setur niður skotið og þá er þetta nú 27. stigið hennar. Já. Og seinna skotið fer hún í líka. 9 stiga munur, 30 sekundur eftir að leiknum. Við erum að horfa upp á stórkostlega hluti hérna. Fyrsta skipti í 7 ár sem að Fjölniskonur eru í efstu deild og eru að
vinna sinn 3. leik í röð. Og Vel þarna gert. kláraði þetta og innsiglið þetta Lína. Þetta var naglinn í kistuna. Já, 71-60 og glæsilegu sigur hjá Fjölniskonum. Þetta eru frábær tíðindi. Við erum búin að vinna fyrstu 3 leikina sín í deildinni í efsta sætinu og meira að segja liðið þannig að það eftir að slípa sig ennþá betur saman. Já. Og Lína var með hraustlega tröllatvennu, 29 stig og 16 fráköst, 34 framhaldspunkta. Og Ariana 15 stig, 15 fráköst, 5 stóðsendingar, 20 framhaldspunkta. Og Fanney var með 11 stig, afmælisbarn dagsins. Og hér heyrum við afmælissönginn. Ekki amaleg afmælisgjöf það að vinna 3. leikinn í röð og það að vinna Valskonur, ríkjandi Íslandsmeistara. Þannig að þetta stórt fyrir okkur hérna í Grafarvogi, óhætt að segja. En leik lokið og við bara þökkum kostunaraðila kvöldsins, Gunnar Jónathansinni, ljósmyndara, og við viljum ítreka þakkir til Mjólkursamsölunnar, Hleðslan, hún kemur sér vel, og bara þakkir til okkar stuðningsaðila og fögnum alltaf fleirum slíkum. Og við bara þökkum kærlega fyrir skemmtilega kvöldstund. Því miður verður áhorfendabann örugglega á næstunni og ég hvet ykkur þá bara til að horfa heima í stofu með pokkott og njóta. Við reynum að standa okkur í útsendingunum. Takk fyrir kvöld og góða stundir og farið varlega í COVID-inu.